þá komið að októberleiðsögn fyrir Vog. Þetta er opinn lestur og ávið fyrir suma en alls ekki alla. Svo takið til sín sem eigi. Ég byrjaði að kanna bara Vog. Ég er að tala við. Kæra Vog, það sem kemur hér fyrst er að þú hefur komið langa leið frá því sem var áður. Líf þitt í dag og líf þitt fyrir nokkrum mánuðum, vikum, árum. Þetta er bara ekki sama lífið. Það hafa orðið svo gífurlegar breytingar á frekar stuttum tíma. Hér er verið að tala síðustu allt frá 6 mánuðum og upp í 5 ár, eitthvað svoleiðis. Hafa orðið svo gífurlega breytingar og þú hefur komið svo langa leið frá því sem var. Og jafnvel að þú hafi mögulega sjálf flutt, sko bara bókstaflega. Líkamlega bara flutt búferlum á milli staða, landshluta eða jafnvel landa. Og þú ert á þannig stað að það er allt svolítið nýtt. Þannig að þú ert búin að breyta til með nýlega en það er mikla nýjungar í kringum þig, nýr kafli í lífinu að hefjast, miklar breytingar. Og þú ert svona, fikrað áfram nýrri rútínu, nýju lífi, nýjum stað, jafnvel. Gæti líka við nýtt starf. En þú ert svona, það er allt rosa nýtt. Það sem er framöndan núna er að það er svona að þú ert að brjóta upp gömul munstur, gamlar hugmyndir, gamlar múrar sem þú hefur ekkert að gera með lengur. Og í rauninni ertu minnst turnin ekki birtast hérna sem einhvers konar hörmung eða áfall, heldur finnst mér frekar eins og það sem er á leiðinni til þín að þú ert einhvern veginn svona að flysja utan af þér gamlan múr sem að þjónar þig ekki lengur. Þú ert að taka utan af þig gamlar varnir. Það er eins og þú hefur byggt turnin utan sjálft þig til að vernda þig og hlífa þér og núna er ekki þörf fyrir það lengur. Svo að þú svona flysja þetta utan af þér. Leiðsögnin í dag er svo að leyfðu öðrum að styðja við þig. Leyfðu öðrum að veita þér byr. Styðja við þig, hjálpa þér að taka þátt í því sem þú ert að gera, taka þátt í lífinu, vera til staðar fyrir þig. Og það er ekki bara það að þú þurfur að læra að biðja aðstoð þegar það er á við, heldur líka bara að leyfa öðrum að styðja við þig. Því að þeir sem er annt þig, þau vilja styðja við þig, þau vilja hjálpa þér að styðja við þig, vera með þér og svona létta þig lífið, rétt eins og þú vilt gera fyrir þau. Þannig að meginleiðsögnin er svo, leyfðu öðrum að styðja þig. Og það sem er framöndan upp úr því er einfaldlega bara skýr stefna. Skýr stefna, engin óvissa, engin efi. Og einmitt með því að leyfa öðrum að létta undir með þér, það er eins og hafir orkuna þína í friði fyrir það sem skiptir máli. Það ert ekki alltaf að vera að nota orkuna þína í alls konar svona auka verkefni eða auka byrðir hér og þar.
af því að þú leyfir öðrum að styðja við þig og þú getur þá bara haldið áfram með það sem skiptir máli. Þannig að við skulum að má auka einsýn hér. Já, einmitt. Aftur kemur, þú breyttir hlutunum, þú ákvaðst að gera breytingar, þú ákvaðst að breyta lífiðinu og þú gerðir það. Það er bara svo einfalt. Og þú ert búin að vinna hörðum höndum að því að skapa lífið sem þú lifir núna og þú ert að uppskera það sem þú hefur sáð. Og uppskeran er mjög sælleg. Þú veist alveg hvað þú ert að gera þegar kemur að því að afhjúpa sjálft þig og brjóta brynjuna utan á þér. Þú ert alveg nógu sterk til þess. Það þarf hugrekki til þess, þú átt það alveg í þér. Ég meina þú ert búin að hafa hugrekki í allt þetta sem þú ert búin að gera áður. Þegar þú veist þú hefur þetta hugrekki. Þú kannt alveg, þú kannt það sem þú þarft að gera og þú kannt alveg að höndla lífið með án þess að vera með þessa brynju. Þannig að þú hefur bæði hugrekkið og kunnáttuna og bæði til þess að höndla það sem koma skal og líka til þess að framkvæma. Og eins og ég segi, það er ekkert tap í því að fá aðstoð. Það er reyndar mjög mikil sigur í því sérstaklega fyrir þig að því ég er að skynja hér manneskjur sem að venjulega þiggja ekki aðstoð og eru svolítið vön að gera allt bara sjálf, svona ofursjálfstæðir einstaklingar. En þetta er mikill sigur fyrir þig, stórt skref fram á við að leyfa öðrum að styðja við þig og létta undir bagga. Af því að þú þarft alveg á því að halda að geta létta hans undir bagga því að þú ætlaðir svo mikið viðbót. Og það sem er framöndan er að þú ferð á fleygiferð. Þú ert á fleygiferð í átt að einhverju markmiði. Það er mjög skýrt hvert þú ert að fara. Það er mjög skýrt að þú ætlar þér eitthvað lengra, eitthvað meira. Og þá mun muna svo miklu fyrir þig að hafa ekki þennan auka bagga með þér. Dásamlegt. Og þá ætlum ég að fá eitt spil í lokin til að taka heim og saman úr nýjum stokki sem heitir Green Witch Oracle. Úps, það er nú ekki alveg að gera svona. Stoppum við aðeins. Það kemur hér kartaflan. Ég elska kartöflur. Og hún er táknmynd jarðtengingarinnar. Hún er grounding, þetta að jarðtengja sig. Þannig að jafnvel þó þú sért á fleygiferð, þó þú sért að þeytast hérna fram á við, mundu þá að halda í jarðtenginguna þína. En á sama tíma þá er þetta líka köllun til þess að þú lítir djúpt inn á við, inn á sjálft þig. Líttu nær og sjáðu hvað þú hefur mögulega, það sem hefur mögulega farið framhjá þér í þinni innri vinnu áður. Það sem þú ert að leita að, það er innra með þér. Þú gæti bara hafa mist af því, þannig að líttu aftur inn á við og sjáðu hvað þar er sem þarf til þess að þú upplifir stöðugleika og jafnvægi og jarðtengingu. Ef þú ert að leita að einhverjum ákveðnum svörum, prófa þá að bakka aðeins og sjá heildarmyndunum og leyfa hlutunum að leysa sig aðeins sjálfir, ekki endilega þannig að þú sért að stjórna. Þannig að settu athyglinna inn á þig, passaðu jarðtenginguna þína og sýndu sjálfur mildi.
Þá ætla ég að segja þessari leiðsögn lokið. Ég vona skilaboðin Radisson og rétt þeirra sem þurfa að halda og koma á gagni. Ég þakka kærlega fyrir mig og ég þakka áheyrnina.